Þá áttum við að fá fréttir frá sveitarfélaginu Ölfusi og á línunni Barbara Guðnadóttir. Komdu, sæl og blessuð. Já, sæl og blessaður. Og gleðilegt ár. Gleðilegt ár. Hvernig heilsar 2016? Bara rosalega vel. Er það ekki? Ég held þetta verði mjög gott ár. Það er allir að segja þetta. Já, það er góð tilfinningu fyrir árun. Er þetta sléttatalan eða hvað allir þetta sé? Þetta er talan og svo líka það er ekkert við erum bara, ég held að við séum bara gott fólk að trúa á góða tíma og ætlum að gera góða hluti. Já. Og við ætlum að gera það og standa við það og þetta verður bara gott ár. Já, svo er það að byrja bara ágætlega með svona svolítið látum í veðrinu og eins og bara þau þarf að vera, það þarf að minna okkur á að það er vetur og svona. Já, það er nú búið að vera meira og minna svolítið hvasst bara frá því í lok nóvember held ég. Já, með góðum, veistu það að þetta er bara, ég ætla ekki að kvarta. Nei, alls ekki. Ég fór á skíðu helgina bæði laugardag og sunnudag og það var æðislegt. Það var enda svolítið hvasst seinni partinn á sunnudaginn svona fór að hvessa. En þetta var bara dásanlegt. Þið allavega aflýstu 13. brennu í gær? Já. Vegna veðurs? Eins og margir, það var bara, þetta er svo opið hérna hjá okkur. Já. Við höfum ekki skjól og þannig að það var bara ekki tækt að vera að stefna fólki út að vera að skjóta og eftir að hafa ráðfært mig við þá sem sjáum flugeldana og brennuna, þá ákvaðum þetta. Já. Veit ég öðru. Ég veit að hvergeringar, þeir kláruðu sitt enda líka eru í smá skjóli. Já, þeir eru í betra skjóli. Ég er bara ánægð með að þeir hafi tekið þetta og klárað jólin. Algjörlega. Hvenær ætlið þið að klára jólin? Við erum bara, klárum þetta bara á ljúgunótunum. Nú verður bara 13. gleðinni var aflýst, ekki frestað. En það er eitthvað sem við þurfum að endurskoða fyrir næsta ár. Þetta hefur alltaf verið gert svona, en það er greinilega svolítið einhverju svekti með það. Já. Og auðvitað hlustum við á íbúana. Það er ekkert annað. Já, þannig að það verður ekki 13. gleði? Nei. Henni var bara aflýst? Henni var bara aflýst. Já. Jólin er náttúrulega búin. Jú. Ekki það, þetta er skemmtilegt fyrir krakkana að fara við brennu og svona, en það er svo mikið að vera helgina. Akkurat. Að það er kannski svolítið erfitt að koma þessu við, það er allir mjög uppteknir, við erum með, það er helgin er helgi Lúðrasveitar Þorlákshafnar. Þeir verða með nýjárstónleika á laugardeginum. Já. Þannig að ég hvet bara alla að klára jólin á þann hátt. Já, algjörlega. Það er bara mjög flott. Það verða tónleikar hérna í stóra salnum í Vestfjölum, í Ráðhúsinu. Já. Og þetta Lúðrasveitin hefur enn til nýjárstónleika núna þó nokkuð mörg ár í röð og þetta er bara óbúslega flottir tónleikar. Alltaf mikið, það er bara skartað mjög flottum atriðum. Jú. Og tónleikarnir verða klukkan 5 á laugardaginn og ég sé hérna þegar ég kíkja inn á hafnafrétti.is að þetta sé 4. sinn sem Lúðrasveitin heldur slíka tónleika. Einhvern veginn finnst mér eins og það hafi verið miklu fleiri. Já, nákvæmlega. en það er svona því að þetta er svo stórt og mikið. Það er ekki allir sem státa því að geta vera með einhverja sem geta til nýjárstónleika og hvað þá á þessi Lúðrasveitin. Það er ekki algengt, held ég. Nákvæmlega. Og við fáum að heyra bæði svona típiska nýjárstónleika, ekki slagar eða það er yfirleitt valsar og eitthvað svona flott heit og svo eru bara dægurlög og hitt og þetta sem að Lúðrasveitin er náttúrulega á blúsandi siglingu. Það er að taka þátt í alls konar skemmtilegum verkefnum þannig að við verðum ekki fyrir vonbrigðum þegar við mætum hérna og fáum að njóta. Svo sé ég hérna líka inn á hafnafrétti.is segja að maður lesa fréttina alla þá verður seinna kvöldi verður svona smá partí með fjallabróðurinnum Halldóri Gunnar og Sverri Bergmann. Já, þeir verðan kvöldið. Þá verður svona partí. Þannig að það Lúðrasveitin stendur, eins og ég segi, þetta verður bara helgi Lúðrasveitarann. Já. Í strengu við að búa til skemmtilega viðburði. Algjörlega, þetta verður bara frábært. Gaman. En svo ég klári hérna 13. gleðina ykkar að þá verður sem sagt, það var óskað eftir því að flugveldasýningin verði í staðinn notuð á hafnadögum.
Já, svo hugmynd kom og það var vel tekið í þá hugmynd og ég held nú við nefnilega eftir að hafa enn til íbúa kosninga, þar voru íbúar hvattir til að tjá sig dagsetningu hafnadaga. Þetta hefur verið svona síðustu árin hafa einhverju verið að gagnrýna að hafnadagar voru færðir yfir á sjómandagshelgina. En það var líka gert að beiðni íbúa, þannig að eins og heyrir, við hlustum rosalega mikið á íbúan og þeir pásaldið að stjórna ferðinni og það líka þannig átt að vera. Já. En nú eru búin að pröfa að hafa þetta sjómandagshelgina og einhverju sakna sennilega rökkur sinn sem í ágúst þegar hátíðin var haldin, hún var eins og alltaf haldin helgina eftir verslunarmannahelgi. Já. Og nú ætlum við að fara aftur á þann tíma, ætlum að vera með hafnadaga helgina eftir verslunarmannahelgi og þá náttúrulega orðið rökkur kvöldið og hægt að vera með brennu og flugeldasýningu og skemmtilegheit. Stóra og flotta sýningu? Já, nákvæmlega. Það verður 13. Það verður 13. gleði þá. 13. gleði í ágúst. Nú verður í ágúst. Já. Þetta eru löng jól hjá okkur. Já, þetta frábært. Þið eru byrjuð að safna saman jólatrjám? Já, nú ég veit að strax eftir helgi, mánudag, þriðjudag, þá fara starfsmenn úr þjónustumiðstöðum bæinn og taka saman jólatré, þannig að það að gera að koma að bara hreinsa trén og svona og koma þeim út fyrir á mánudag og þriðjudag og svo þar ágætt að vekja athygli á því að það búið að breyta opnunartíma á Gámasvæði. En það hægt að sjá opnunartíman á vef Ölfus, það ölfus.is. Það svona tilkynning frá umhverfisstjóra það sem að fer yfir þessi mál líka hvað hægt að henda á Gámasvæðinu. Það svo til svona flest sem tilfellur. Já. Og þetta eru íbúar hérna fólk alltaf að verða duglegri í að flokka. Já. Að fá póka til að safna plasti. Og það bæði að fá þess að póka á skrifstofur í Ráðhúsinu og líka út á Gámasvæði. Svo fer maður bara með hennan póka sem að fyllist ótrúlega hratt. Það ótrúlega hvað mikið fellur til að plasti á heimilum. Já. Og það getur bara að fara með pókan og fengi nýjan. Allir að flokka. Þannig að það skemmtilegt, já. Það bara þannig. Ég held að það sé alveg ágætt að byrja árið á góðri flokkun. Já, algjörlega. En svo vorum við að fá líka því að við vorum að tala þessa vefsíðu hafnafréttir.is sem þetta eru mjög duglegir strákar sem eru með halda út þessari vefsíðu og taka saman fréttir og eru mjög duglegir að afla sér frétta. Þar kom mjög skemmtileg frétt núna í ársbyrjun. Það sem voru að fengu tölur úr Granna. Granni gagnagrunnur sveitarfélaga sem heldur utanum fjölda íbúa og svo framvegis. Og það hægt að skoða breytinguna og hvað margir flytja til staðarins og fara og svo framvegis. Og eftir samantekt þeirra þá kom í ljós eða þeirra örgulega fengið þær upplýsingar upp á skrifstofu að það íbúum hefur verið að fjölska hratt í Ölfusi síðasta árið. Já, heldur betur. Mér alveg frábært að því það svona búið að vera kannski svolítið hægari hreyfing hér ef að borið þið saman við til dæmis bara sveitarfélög sem næst okkur Árborg og Hveragerði. En nú eins og hafi verið smá innspýting í árinu, svona 70 ársins. Það sem sagt aukning 3,7% fyrir 2015. Já, sem bara mjög flott og við erum náttúrulega ánægð með það og svo sér maður líka að þetta svolítið mikið þetta ungt fólk sem að koma sem líka frábært, ekki að það bara allir eru að flotta að fá fólk á staðin en við viljum líka nýta, við erum með svo góða bæði leik og grunnskóla og það búið að vera byggja upp svo margt fyrir börn hérna í allavega Þorlákshöfn. Það mjög gott að það nýtist að komi bandafólk. Algjörlega. Við erum voðalega ánægð með þetta. Þetta var gott klappabakki og starti í nýtt ár og kannski þess vegna sem ég svona rosalega ánægð og spennt fyrir árinu sem að byrja. Það bara glæsilegt og við höldum áfram að vera bjartsýn og glöð. Já, endilega. Eitthvað í bókasafninu sem við erum að gleyma? Ég vil nú bara segja frá skemmtilegu verkefni sem allir geta tekið þátt í, hvort sem þeir búa í Ölfusi eða einhver staðar annar staðar. Við vorum að setja saman svona lestrar áskorun fyrir árið 2016 og það hægt að ef maður fer inn á
bókasafnsíðu Ölfus, þá fer maður bara inn á Ölfus og velur bókasafn. Maður náði í þessa lestrar áskorun og það er listi yfir 42 eða 3 bækur sem að auðvitað, fólk hvatt til að lesa í á næsta ári, en við erum ekki að koma með eitthvað titla, heldur þetta svona alls konar hugmyndir. Þarna fólk hvatt til að lesa bók með grænni kápu, skáldsögu sem að mamma bendir á og svo framvegis. Þarna bara ýmislegt. Ástasögu auðvitað og hrollvekju og bók sem styttri en 150 blaðsíður, bók sem lengri en 500 blaðsíður, þannig að það er ýmsu að taka. Já, bók eftir þýskan höfund. Já, þeir eru alls margir mjög skemmtilegir. Það er búið að þýða, þannig að það þarf ekki að lesa þýsku. Já. Þannig að það er að bara ná í þess að lestra áskorun á netinu. Já, ég er búin að því. Og svo bara leika sér að lesa. Algjörlega. Það kom uppástunga sem ég fekk í gær. Einhverju voru mjög ánægðir með þetta og sögðust vera að skoða þetta með krökkunum sínum. Þannig að við erum að spá í jafnvel að búa til lestra áskorun fyrir krakka. Já. Það er margt sem að nýta þarna, en þetta er kannski óþarlega mikið. Já. Og það er svo maður aðeins breyta, þannig að hendi betur yngri lesendum. Ég mæli með því að þið komið með fyrir krakkana líka. Við bara tökum þeirra áskorun. Algjörlega, í beinni. Þetta verður gert. Já. Það er alveg klart mál. Ég fylgist með inn á ölfus.is. Endilega. Bara takk fyrir þetta og heyrumst eftir viku. Við eigum góða helgi. Takk sem leiði. Takk. Já, bless.